Ég heiti Vésteinn Valgarðsson. Ég er í fyrsta sæti hjá Alþýðufylkingunni í Reykjavíkurkjördæmi norður. Ætlar þinn flokkur að vinna að því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili? Það er stórt forgangsatriði hjá Alþýðufylkingunni að gera alla heilbrigðisþjónustu í landinu gjaldfrjálsa, þar með talið tannlækningar og lyf og sálfræðiþjónustu. Hún Hanna ber út blöð. Launin fyrir útburðin eru 25.000 krónur á mánuði. Vegna svonefndrar krónu á móti krónuskerðingar sem að kallast sérstök framfærsluuppbót ber hún 2.000 krónur úr býtum. Ætlið þið að afnema krónu á móti krónuskerðingu á næsta kjörtímabili og hvenær þið lögð áherslu á það? Það er eitt allra mikilvægasta málið að okkar mati og við myndum gera það á okkar fyrsta degi fyrir hádegi ef við fáum valda til þess. Hann Jón er á 30-aldri. Hann kemst ekki fram á rúmunu án aðstoðar. Hann er fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Jón vil fá NPA, notendastýrða persónulega aðstoð, svo að hann geti farið fram úr hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð sem sagt að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Við viljum lögfesta NPA og tryggja ekki bara Jóni heldur öllum öðrum sem eru í hans stöðu NPA. Enda vitum við að það getur hver sem er lent í þeirri stöðu sem Jón er í. Meirihluti bygginga á Íslandi er óaðgengilegur hreyfihömluðu fólki, enda er ekkert eftirlit með því að aðgengi sé í lagi. Þess vegna getur til dæmis Jói ekki fylgt Óttarson á handboltaæfingu. Við höfum talað við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og þetta er verkefni sem það getur tekið að sér og sinnt samhliða eldvarnar eftirliti. Myndi þinn flokkur vilja lögfesta slíkt eftirlit? Við myndum vilja lögfesta slíkt eftirlit. Það er ekki aðalatriði fyrir okkur hvort það verið slökkviliðið eða mannvirkjastofnun eða einhver annar aðili sem myndi fylgja því eftir, en til að byrja með ætti Íslenska ríkið að sjá til þess að öll húsakynni Íslenska ríkisins séu aðgengileg og sveitarfélögin ættu að sjá til þess að öll þeirra húsakynni séu aðgengileg. Þar á meðal íþróttahús og skólar og aðrir ráðhús og allir aðrir slíkir staðir. Og svo á að setja það í reglugerð að öll önnur hús séu líka byggð þannig að þau séu aðgengileg. Anna stundar háskólanám en fær ekki túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur í skólanum. Ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næstu kjörtímabili og ef svo er þá hvenær? Þú ert að meina eins og táknmálstúlkaþjónustu? Já, til dæmis. Já, við viljum tryggja fötluðu fólki aðgang að öllu námi og eins fljótt og er hægt að gera það af praktískum ástæðum. Til dæmis ef það þarf að mennta fleiri táknmálstúlka þá náttúrulega þarf að byrja á því áður en er hægt að setja það í vinnu.